og blessaðan hvíldardaginn. Verið hjartanlega velkomin. Við skulum hefja stundina með því að lúta höfði. Drottinn, þakka þér fyrir hvíldardaginn og við biðjum að vera með okkur hér í dag fyrir þinn heila anda og hjálpa okkur til þess að meðtaka allar þær blessanir sem þú veitir svo ríkulega. Takk fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Og við skulum syngja sálmi númer 215. Við skulum halda áfram að syngja og finnum okkur sálm númer 318. Thank you.
ritningartekstarnir eru úr Jóhannesar bréfi, 17. kapitula, 9, 20 og 24. Við skulum rísa á fætur. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og 20. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Og 24. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér af því að þú elskaði mig fyrir grundvöllun heims. Við skulum biðja. Drottinn, þakka þér fyrir hvíldardaginn, þakka fyrir alla blessanir þína sem þú veitir svo ríkulega. Þakka fyrir kærleika þinn, náð og miskunn. Ég bið að þú fyrirgefur okkur öll mistökin sem við gerum og hjálpur okkur til að ganga veginn heim til þín og vera tilbúin þegar Jesú kemur. Þakka þér fyrir að þú ert alltaf með okkur og biðjum þig að þú verði hér fyrir anda þinn, verði með ræðumanninu þegar hann talar til okkar og blessir hann og sendir okkur orð frá þér. Viltu vera með þeim sem ekki geta verið hérna hjá okkur í dag út af einhverju og þú blessir og leiðir. Blessir þá sem sjúkir eru sorgmæddir, þá sem ritar í bænabókin okkar, leggi fram fyrir þig einni Drottinn. Kæri Faðir, ég bara legg daginn í þínar hendur og þakka þér fyrir að þú leiðir okkur og verður með okkur þessa bænavíku sem er framundan og þú blessir okkur og hjálpur okkur sem við getum komið saman og tilbyð þig á hverju kvöldi og alltaf Drottinn. Þakka þér fyrir vonina miklu sem þú hefur gefið okkur og hjálpa okkur til þess að vera boðbera þínir þar sem við erum. Takk fyrir allt, kæri Faðir, og ég legg allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Og þá finnum við sálma númer 401.
þá komið að þið tökum upp gjafir. Þær renna í dag það Bænavíkufórn, ég held það. Bænavíkufórnin tekin upp núna. Kærleysríki Faðir, þakka þér fyrir að við höfum nóg og við getum gefið til þís málefnis. Viltu blessa þessar gjafir og blessa þá sem gefa. Í Jesú nafni, amen. Og þá syngjum við barnasálminn okkar 179. Komið að barnasögu. Krakkar, vil ekki koma hérna fram? Hola niños. Halló krakkar. ¿Cómo están? Hvernig hafið það? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, espero que todos estén bien, pero si hay alguien triste, esta historia va a ser para ustedes. ¿Estén tristes o estén contentos?
Ég ætla að vona að þið séu glöð, en ef að þið eru leið, þá þessi saga fyrir ykkur. ¿Ustedes tienen miedo, le tienen miedo a algo? Eru þið hrædd við eitthvað? ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? Eitthvað hræddu við myrkrið? ¿No? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién quiere decir a qué le tienen miedo? Eitthvað sem þið eru hrædd við? Viljið þið segja okkur frá eitthvað sem þið eru hrædd við? Sí. ¿A qué le tienes miedo? Hvað ertu hrædd við? El espacio. El espacio. Interesante. Athyglisvert. Vamos a ver. ¿A qué le tienes miedo? Hvað ert þú hræddur við? Hvað ert þú hrædd við? Nada. Nada, muy bien. Es una chica valiente. Það gott. Muy bien. Bueno, la historia de hoy Sagan í dag se trata de un rey que tuvo miedo. Fjallar konung sem var hræddur. Este rey se llamaba Josafat. Og þessi konungur hét Jósafat. Él había sido un muy buen rey, había seguido los caminos del Señor siempre. Hann hafði verið góður konungur, hann hafði alltaf fylgt eftir lögum Guðs. Pero cuando su reinado estaba por terminar, En þegar að konungsríki hans var komið að lokum, los vecinos de Judá þá komu þarna nágranna landsins, Júda, quisieron atacar a Judá e invadirlo. vildu ráðast á Júdaríki og brjótast inn í það. Cuando el rey supo esto, él tuvo mucho miedo. Og þegar að konungurinn frétti þetta, þá var hann mjög hræddur. Pero él decidió confiar en Jehová. En hann ákvað að treysta Guði. Y decidió que iba a pedirle al pueblo que ayunaran y oraran. Hann bað alla sem voru borgarar í ríkinu að bæði að biðja og að fasta. Ustedes saben qué significa ayunar. Vitið þið hvað þýðir að fasta? Bien, ayunar significa dejar de comer por un tiempo. Það þýðir að hætta að borða yfir vist tímabil. Porque de esa manera la mente está más clara. Þannig hugurinn mun skýrari. Y así podemos escuchar la voz de Dios. Og þannig heyrum við betur rödd Guðs. De una mejor manera. De una mejor manera. Já, betur. Entonces, todo el pueblo de Judá hizo lo que el rey les dijo, que ayunaran y oraran. Þannig að allir þegnarnir í ríkinu, þeir gerðu það sem konungurinn bað þeim að gera, þeir föstuðu og þeir báðu. Hombres, mujeres, niños, todos ellos ayunaron y oraron. Karlar, konur og börn, þau báðust fyrir og þau föstuðu. Entonces, Dios los escuchó y les dijo, no tengan miedo, no se preocupen. Guð sagði, hafið engar áhyggjur, ekki vera hrædd. Ustedes no van a tener que pelear esa batalla, porque esa batalla es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Guð sagði, þetta ekki ykkar barátta, þetta mín barátta og ég ætla að berjast fyrir ykkur. Y así fue. Og svoleiðis fór það. El ejército salió porque Dios les dio la orden de que salieran. No iban a pelear, pero tenían que salir. Svo fóru hersveit landsins fram, ekki til þess að berjast heldur, en þeir fóru samt fram. Y el rey Josafat ordenó que un grupo de cantores fuera al frente de la batalla, que fuera al frente del ejército. Og konungurinn bauð að það ætti að fara fram fyrir hersveitina, svona kór sem myndi syngja. Y ellos iban a cantar lo siguiente, y quiero que ustedes también repitan esto conmigo. Og þeir ætluðu að syngja eftirfarandi og ég ætla að biðja ykkur að endurtaka þetta með mér. Y los grandes también pueden repetir. Og þið sem eru eldri, þið megi líka
fara með þetta. Demos gloria al Señor. ¿Dónde es eso? ¿Dónde en la Biblia es eso? Segunda de Crónicas 20, Ujú. 21, Ok. lo que está entre comillas. Ok, ¿cómo empieza, dices? Demos gloria al Señor. O demos, Segunda de Crónicas. sí, 20, 21. Ok. Ujú. Bien, estamos listos para repetir. Eru allir tilbúinir til að endurtaka? Demos gloria al Señor, Lofið Drottin, porque su amor es eterno. því að miskunn hans varir að eilífu. Amén. Y bueno, ellos iban cantando esto. Cuando el Señor escuchó esta alabanza, Og þeir fóru bara og sungu þetta lag fyrir framann hersveitina og þegar að Drottin heyrði þetta lag sungið, Dios confundió a los enemigos de su pueblo. þá gerði Drottin það þannig að óvinnir fólksins sem var að fara að ráðast á það urðu rosalega ringlaðir. Los enemigos de Judá habían puesto emboscadas o trampas Og óvinnir Júda hafðu gert alls konar svona launsátur og gildrur fyrir Júdamenn, para el pueblo de Dios. fyrir fólk Guðs. Pero Dios los confundió En Guð, hann lét að vera ringlaða y ellos cayeron en sus propias emboscadas o trampas. og þannig að þeir féllu sínar eigin gildrur og sín eigin launsátur. Y se destruyeron a sí mismos. Og þeir eyddu sjálfum sér, óvinnirnir. El ejército de Judá no tuvo que hacer nada. Og hersveit Júda, fólk Guðs, þau þurftu ekki að gera neitt. Solamente tuvieron que confiar en Dios, Þau þurftu bara að treysta Guði, ayunar y orar fasta og biðja y alabar su nombre. og lofsyngja nafn hans. Pero no tuvieron que pelear. En þau þurftu ekki að berjast. Así que nosotros también podemos aprender algo de esta historia. Og við getum lært af þessari sögu Cuando estemos tristes, þegar við erum leið enojados, eða reið, preocupados, áhyggjufull, tenemos que confiar en Dios y orar. þá þurfum við að leita Guðs og hugsa til hans og biðja. Y Él nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Og hann mun hjálpa okkur að leysa vandamálin sem koma. Y para terminar, quiero leerles lo que dice la Biblia en Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12 y 13. Já, við skulum þá fara núna, krakkar, í Jeremías 29, 12-13. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænherra yður. y yo atenderé sus peticiones. Ég mun bænherra yður. Cuando ustedes me busquen, Þegar þér munu leita mín me hallarán, og finna mig. si me buscan de todo corazón. Þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Amén. Que el Amén. Señor les pueda bendecir. Pueden volver a sus lugares. Megi Guð blessa ykkur krakka, þið megi fara aftur í sætin ykkar. Adrián, gjör svo. Buenos días, Góðan daginn. ¿no? Buenos días. Góðan daginn. Amén. ¿Cómo están? Hvernig Muy hafið bien. þið það? Hafið þið ekki gott? Gracias a Dios. Me da gusto verlos Ég glöð að sjá ykkur. y ¿hay alguien aquí que esté por primera vez en la iglesia? Einhver hérna sem var að koma í fyrsta skipti? ¿Ustedes? Þið já? Sean muy bienvenidos Velkomin.
y espero que podamos aprender algo hoy, llevarnos algo en nuestro corazón hoy. Og vonandi getum við tekið eitthvað með okkur heim í hjartanum. Esta semana empezamos con la semana de oración. Ah, Checho está de regreso. Tjetjað, gaman að sjá því aftur. Esta semana empezamos con la semana de oración Þessa viku ætlum við að byrja með bænavikulestrana y se me hizo prudente hablar og þá fannst mér tilheyra að de la oración. tala bænina. Y vamos a leer una oración muy bonita que está en la Biblia. Og við ætlum að lesa eina bæn sem mjög falleg í Biblíunni. ¿Alguna vez han orado con alguien? ¿Les ha pasado que escuchan a alguien orar o oran con alguien y dicen, wow, qué bonito ora esta persona, qué bonito se siente? Hafið einhvern tíma verið að biðja með einhverjum og fundi hvað bænin hjá einstaklingnum var falleg? ¿Les ha pasado? Que haya alguna persona que dice, ah, cómo me gusta orar con esta persona. Og mér finnst, eða þegar við segjum mikið gott að biðja með þessum einstaklingi. Hace muchos años, no sé, unos 15 años, Svona fyrir 15 árum síðan fui a un congreso de estos de jóvenes de GYC. þá fór ég á svona mót sem að heitir GYC mót Y iba por uno de los pasillos caminando og þegar ég var að ganga eitt ganginn þarna y me asomé en un salón que veí que había mucha gente. og þá horfði ég inn í einn svona sal Y vi que había mucha gente ahí sentada og ég sá að þarna var mikið fólki sem satt saman en el piso. á gólfinu Y bueno, los vi porque oí el ruido y seguí caminando. og ég labbaði bara áfram Y viene una chica corriendo og svo hljóp ein stúlka þarna út úr þessum sal y no sé por qué, pero og ég veit ekki af hverju la forma en que se acercó a mí fue un poco, no agresiva ni nada, sino chocante. en hvernig hún nálgaðist mig það mér brá dálítið við það hvernig hún gerði það Y de alguna manera, no les voy a decir por qué, ni entiendo por qué, pero no era muy agradable la persona. og ég veit ekki alveg af hverju en þessi einstaklingu var einhvern veginn ekki mjög aðlaðandi Y me dice, ¿no quieres pasar? Estamos orando. og hún sagði, vill ekki koma inn, við erum að biðja saman Y yo creo que más bien por la pena de decirle que no. og bara því að svona frekar feimin við að segja bara nei við hana Porque la verdad es que no me inspiró mucha confianza la muchacha. vegna þess að hún barði ekki með sér að ég geti treyst henni mikið Dije, ok, y entré. og ég sagði, já, allt í lagi, ég kem hérna inn Y resulta que esta chica, que yo ya había hecho una impresión de ella en mi mente, og þessi stúlka sem ég hefði fengið greinlega eitthvað skonar hugmyndir hvernig væri era la persona que estaba guiando en la oración. að þá þetta einstaklingurinn sem var að leiða bænina Y cuando empezó a orar, og svo þegar hún byrjaði að biðja yo creo que fue una de las experiencias más agradables de mi vida. og þá var þetta eitt af dásamlegustu upplifunum sem ég hef fundið fyrir á ævi minni El simple hecho de escucharla orar fue algo tan agradable bara það að heyra hana biðja var svo eitthvað unaðslegt que cambió completamente esa tonta impresión que yo hice al momento en que la conocí. og það breytti alveg hugmyndum mín hana sem ég hefði þó fengið þarna fyrst í upphafi Y regresé varias veces durante el congreso a la oración porque fue una experiencia muy agradable orar con esta persona. og yfir á meðan þessari ráðstefnu stóð þá fór ég nokkur sinnum þarna inn og var að biðja einmitt þar sem hún var Y todavía me acuerdo. og ég mæni ennþá eftir þessu Entonces, hoy vamos a orar, nú si es ætlum que við að biðja con una persona todavía más interesante, más importante y más með einhverju sem mun mikilvægari
Pero antes de orar, con esa persona vamos a orar. En áður en við byggjum með þessum einstaklingi skulum við byggja saman. Yo voy a orar y ustedes, por favor, oren por mí. Ég ætla að byggja og ég ætla að byggja ykkur að byggja fyrir mér. Querido Padre Celestial, Kæri himneski drottin, muchísimas gracias por el día. við þökkum þið fyrir þennan dag, Gracias por el sábado, Señor. við þökkum þið fyrir hvíldardaginn Y por la oportunidad que me das de compartir con tu pueblo, con tu gente. og fyrir það tækifæri sem mér gefst til að deila orðum með fólki þínu hér. Queremos en este momento, Señor, pedirte por sabiduría, Við viljum biðja þig að gefa okkur visku, inteligencia skilning, y, gáfur y que podamos llegar a conocerte y a entenderte un poco mejor. og við getum náð að skilja þig betur og kynnast þér betur. Señor, te pido por palabras que tú quieras que diga Viltu gefa okkur orð að mæla y que me ayudes a comunicar lo que he preparado para esta mañana. og viltu hjálpa mér að koma á framfæri það sem ég búin að undirbúa. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Við Amén. þessi Jesú nafni. Amen. Amén. Bueno, vamos a ir a Juan 17. Förum í Jóhannesa Guðspjöll 17. kapla Y vamos a leer todo el capítulo. og við ætlum að lesa allan kaplan. Lo calculé y nos va a tomar más o menos 7 minutos y medio. Og ég sé það að ef við lesum þetta þá mun þetta taka svona það bil 7,5 mínútur. Entonces no es tanto Þetta ekki svo langt y vale la pena. og það virkilega þess virði að lesa þetta. Esto es lo que se conoce en la Biblia como la oración sacerdotal de Jesús. Þetta þekkt í Biblíunni fyrir að vera æðsta prestsbæn Jesú Krists. Y tenemos que reconocer que es un capítulo cargado de enseñanzas teológicas y prácticas. Puedes cortarlo un poquito. Es un capítulo cargado de enseñanzas Já, þetta kapli sem fylltur af kennslu, teológicas y prácticas. bæði kennslu í einhverju sem gagnlegt og líka í guðfræði. Pero vamos a tratar de enfocarnos en algo práctico, Við skulum núna líta á gagnlega hlutan. ¿ok? Y he decidido que lo leamos obviamente en español y en islandés, Við ætlum að lesa þetta bæði á spænsku og íslensku y lo vamos a dividir. Yo voy a leer del 1 al 8 y después Linda va a leer en islandés del 1 al 8. Fyrst ætla ég að lesa á spænsku 1-8 og svo verður lesið á íslensku 1-8 Y después voy a leer del 9 al 19 og svo 9-19 y Linda también. Y después del 20 al 26. og svo 20-26. Y después vamos a ver por qué lo dividimos así. Og svo skulum við skoða betur af hverju við skiptum þessu svona niður. ¿Ok? Vamos a empezar y vamos a orar con esa persona tan especial que es nuestro Señor Jesucristo. Og við skulum biðja með elsku Jesú sem svo dýrmættur fyrir okkur. Entonces pónganse en modo avión Nú skulum við setja á flight mode, flight mode á íslensku y vamos a concentrarnos en esta oración. og við skulum einblína á þessa bæn, einbytta okkur. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti,
porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin er komin, gjör son þinn dýrlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér, með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafir sendt mig. Amén. Vamos a la segunda parte de la oración. Nú skulum við fara yfir í annan hluta bænarinnar Mientras los que lo leyeron en islandés pueden repasarlo. og þið sem að skiljið íslensku geti bara lesið á meðan að hann les á spænsku. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Og nú ætla ég að lesa frá 9. til 19. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orðið þitt og heimurinn hataði þá, af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Y vamos a la tercera parte, Nú förum við í þriðja hluta bænarinnar a partir del versículo 20. frá 20. versi. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste
y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér af því að þú elskaðir mig frá grundvöllum heimsins. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Amén. Amen. Bueno, acabamos de leer la última oración que Jesús hace con sus discípulos. Við vorum að lesa síðustu bæn Jesús sem hann fór með lærisveinum sínum, á meðan hann var með lærisveinum sínum. Y vamos a tratar de poner un poquito de contexto, Og við skulum að setja þetta í umhverfið sem þetta var sagt. porque yo creo que es muy importante. Esta oración Þessi bæn, toma lugar hún á sér stað justo antes de que Jesús fuera al Getsemaní. Þetta var rétt áður en að Jesús fór inn í Getsemani-garðinn. Y sí se acuerdan qué pasa en el Getsemaní, ¿no? Munið þið hvað gerðist þar? ¿Sí se acuerdan? Hvað gerðist þar í Getsemani-garðinum? Nos dice la Biblia que cae sobre su rostro Jesús, hann fjall fram á andlit sitt y ora, og biður. ¿ok? Y después de eso es arrestado, Og svo hann handtekinn. ¿ok? Ahora, es bien interesante el versículo 1. Og það athyglisvert að í versi 1 Empieza, las primeras palabras de Jesús son, fyrstu orð Jesús eru: Padre, la hora ha llegado. Faðir, stundin komin. Siempre Jesús decía, no ha llegado, no ha llegado mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Og Jesús var alltaf að segja, stundin ekki komin, stundin ekki komin. Pero aquí dice, la hora ha llegado. En nú segir hann, Faðir, stundin komin. ¿Qué hora había llegado? Hvaða stund? Exactamente. Stund dauða hans. Al momento de Jesús hacer esta oración, Cuando Jesús að fara með þessa bæn, él sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar þá con vissi su vida. hann nákvæmlega hvað var að gerast með líf hans. Y esto es bien importante porque vamos a ir viendo por qué es tan importante. Og þetta mjög mikilvægt. Við skulum aðtúa af hverju þetta svona mikilvægt. Ahora, la razón por la que lo separé así, del 1 al 9, del 1 al 8, del 9 al 19 y del 20 al 26, Og ástæðan fyrir að ég skipti þessu svona í 3 hluta, frá 1. til 8., 9. til 19. og svo 20. til 27. es porque, no sé si lo hayan notado, Ég veit ekki hvort þið tóku eftir því, pero en los primeros versículos, en í fyrstu versunum, Jesús, si ustedes se dan cuenta, ef þið takið eftir því, tiene una plática con su padre. þá hann eiga í samtali við föður sinn. Simplemente platica con Dios. Hann bara að tala við hann, Pide una cosa biður eitt para él, una cosa. fyrir sjálfan sig. ¿Sí notaron qué es lo que pidió? Tókuð eftir hvað hann
beður fyrir? Hvað hann að biðja um? Solo una cosa pidió para él. Eitt sem hann bað Le pidió al Padre, glorifícame. hann biður faðurinn að gera sig dýrlegan. Y después tiene una plática con el Padre. Og svo heldur hann áfram í samræðum við föðurinn. La segunda parte que leímos, Og svo annar hlutinn sem við lásum, él pide por sus discípulos. þá biður hann fyrir lærisveinum sínum. ¿Ok? Y en la tercera parte de la oración, Og svo í þriðja hlutanum, ¿alguien notó por quién pide? tóku einhver eftir því fyrir hverjum hann var að biðja í þriðja hlutanum? Por nosotros. Fyrir okkur sem erum hérna. Entonces, en la primera parte Jesús platica con su Padre y le pide una cosa para él. Fyrst hann í samræðum við föðurinn og biður eitt fyrir sig. La segunda parte, él pide por sus discípulos. Og í öðrum hlutanum biður hann fyrir lærisveinum sínum. Y en la tercera parte de la oración, al final, pide por todos nosotros. Og svo í þriðja hlutanum biður hann fyrir okkur öllum. Y es bien interesante porque Það athyglisvert. estoy bien convencido que podemos aprender de esta oración Vegna þess að muchísimo ég alveg viss að við getum lært svo mikið af þessari bæn. en cómo orar. Hvernig við eigum að biðja. Y ahorita vamos a ver por qué. Y les voy a ser sincero, en los últimos días, a mí me ha cambiado la perspectiva muchísimo y espero que a ustedes también. Í þessa dagana þá hefur hvernig sýn mín á bænina hefur breyst mjög mikið og vonandi mun að gera hjá ykkur líka. Lo que le pide al Padre para él es que lo glorifique. Hann biður faðurinn að gera hann dýrlegan. Que a fin de cuentas no iba a ser para él porque es para que él pueda, a través de esa glorificación, glorificar a su Padre. Sem ekki fyrir hann, heldur til þess að hann geti gert faðurinn dýrlegan. Ahora es bien interesante entender lo que para nosotros significa la glorificación y lo que para él significaba la glorificación. Það athyglisvert að sjá hvað að gera eitthvað dýrlegt, hvað það í okkar augum og hvað það í augum Jesú. Para nosotros, Fyrir okkur, cuando escuchamos glorificación, entendemos þegar algo, við heyrum þetta orð glorifikasjón eða það að segja að gera eitthvað dýrlegt, algo glorioso, algo hermoso, algo grande, eitthvað fallegt, eitthvað stórt, hugsum við. pero para Jesucristo, En fyrir Jesú, ¿qué significa la glorificación? ¿Cómo empieza? La hora ha llegado. Jesús byrjar því að segja, stundin komin. Para Cristo la glorificación está conectada a la cruz. Fyrir Kristi þá þessi að gerast dýrlegur tengist krossinum, A su muerte. dauða hans. Entonces, él le pide a su Padre, glorifícame para que yo pueda glorificarte. Og þess vegna biður hann faðirinn, gjör mig dýrlegan svo ég geti gert þig dýrlegan, faðir. Y esto es lo interesante. Þetta áhugavert. Si leemos del 1 al 8, Ef við lesum þetta frá 1 til 8, él le pide a su Padre que lo glorifique, þá biður hann faðirinn að gera sig dýrlegan. y del 1 al 8, él simplemente platica con su Padre y le da razones por qué. Og þá hann að spjalla við föður sinn og gefa honum ástæður fyrir því af hverju. Le dice, glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique. Y en el 2 leemos, Hann segir þess að gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. y aquí en el 2, en estos 3 versículos Jesús está hablando en tercera persona, pero está hablando obviamente de él. Þannig hann að tala sjálfa sig í þriðju persónu þessum fyrstu 3 versum. Dice, glorifícalo. ¿Por qué? Porque tú le diste autoridad sobre todo ser humano, En ekki versíkulustas. en el 2, Já, svo förum við annað versið. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum. en el 4, porque yo te glorifiqué en la tierra, Og í 4. versið segir hann, ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu. el 5, por la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. En el 6, porque he manifestado tu nombre a los hombres.
Og í 6, ég hef opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér. Y en el 8, porque yo les he dado las palabras que me diste. Og í 8. versi segir hann, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Y esto es bien interesante, Þetta áhugavert. porque si aprendemos a orar como Jesucristo oró con su Padre, Ef við lærum að biðja eins og Kristur bað frammi fyrir föður sínum, es una experiencia bien diferente. þá verður bænin allt öðruvísi reynsla en áður. Él está platicando Hann að tala, spjalla con su Padre. við föður sinn. Él le pide algo Hann biður hann y le da razones por las que le está pidiendo eso. og hann gefur honum ástæður fyrir því af hverju hann ætti að láta hann fá þetta sem hann að biðja um. Y es bien importante. Þetta mjög mikilvægt. ¿Ustedes creen que él no sabía lo que Jesucristo necesitaba? Haldið þið að faðirinn hafi ekki vitað hvað Jesús þurfti á að halda? Lo sabía. Hann vissi það alveg. Sin embargo, Jesucristo le pide algo En Jesús biður hann samt eitthvað y le dice og hann segir honum af hverju. las razones por las que se lo está pidiendo. Segir honum ástæðuna fyrir því af hverju hann að biðja þetta. Y eso es muy importante, Þetta mjög mikilvægt. porque hay una conexión, hay una plática y hay una relación. Þarna einhvers konar samskipti að eiga sér stað og tengsl. Nunca había entendido también el versículo en Isaías que dice, Ég hef aldrei skilið versið í Jesaja eins vel. ven, siéntate y razonemos juntos, dice el Señor. Þegar að drottinn segir, komdu við skulum eigast lög saman, ef maður rétt. Cuando vamos a los versículos del 9 al 19, Og ef við förum í vers 9 til 19, ¿por quién pide Jesús ahí? fyrir hverjum Jesús að biðja þarna? Por sus discípulos. Fyrir lærisveinum sínum. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Eru allir með á nótunum með það? Amén. Y después del 10 al 19, ¿qué hace Jesús? Og hvað gerir svo Jesús í 10. til 19. vers? Le da razones a Dios Hann por las que le está pidiendo por sus discípulos. Þá gefur hann föður sínum ástæðna fyrir því af hverju hann að biðja fyrir lærisveinum sínum. Yo ruego por ellos, dice en el 9, Ég bið fyrir þeim, stendur í 9. versi. ¿por qué? Porque yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Af því að ég ekki lengur í heiminum, en þeir eru í heiminum. Porque en el 12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Svo segir hann í 12. versi, meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu. En el 13, pero ahora voy a ti. Og svo segir hann í 13, en nú ég að koma til þín. Porque yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, dice en el 14. Og ég hef gefið þeim þitt orð, en heimurinn hataði þá. No te ruego que los saques del mundo, 15, Ég sino bið- que los guardes. Og í 15. versi, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinnu illa. En el 16, porque ellos ya no son del mundo. Og í 16. versi, þeir eru ekki af heiminum. En el 17, porque necesitan ser santificados por tu verdad. Og í 17. versi stendur að þeir þurfa að vera helgaðir í sannleikanum. En el 18, porque así como tú me enviaste, yo los estoy enviando también al mundo. Og í 18. versi segir, ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Entonces, Jesús le pide por ellos Þannig að Jesús biður fyrir þeim y le da a Dios razones por las que necesita que obre en ellos. og hann gefur föðurnum ástæði fyrir því af hverju hann að biðja fyrir þeim. Y si vamos a la siguiente parte, Og við förum í síðasta hlutan, número 20, í 20. versinu. porque no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Aquí muchos de ustedes tal vez ya lo han notado. Hérna hafa mörg ykkur kannski tekið eftir. Aquí Jesús está orando por ti. Hérna Jesús að biðja fyrir þér. Está orando por Elias, está orando por Adrián, por Oli. Hann að biðja fyrir Eliasi, Adriani, Óla. Entonces él le dice a su padre, Hann te segir, pido por todos ellos que han de venir. hann segir við föður sinn, ég bið fyrir öllum þeim sem að trúa fyrir þeirra orð. Y otra vez, 21, Og í 21. versi segir hann, para que todos sean uno, le da razones. hann kemur með þessa útskýringu, rök, að allir séu þeir eitt. Así como tú y yo somos uno, Alveg eins og þú og ég erum eitt. te pido por ellos porque, dice, para que también ellos estén en nosotros. Svo að þeir séu líka í mér. Y para que yo esté en ellos y tú estés en mí. Svo að þau séu í þér og þú í mér. Para que sean perfeccionados en unidad. Svo að þau séu öll fullkomin í einni einingu. Porque así el mundo sabrá que tú me enviaste, le dice. Og þannig mun heimurinn vita að þú sendir mig. En el 24. Og við förum í 24. Y esto es algo de la razón más. Yo entiendo, alguna vez alguien me dijo hace muchos años Einhvern tíma var mér sagt fyrir mörgum árum síðan que aquí Jesús está literalmente diciendo, no quisiera vivir si no están, yo no quisiera vivir, estar en el cielo si no están ellos conmigo. Ég myndi ekki vilja búa á himnum ef að þeir eru ekki hérna með mér. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrmina sem þú hefur gefið mér. Aquí le está dando otra razón al Padre diciéndole, Aftur hann að gefa Guði rök fyrir því af hverju hann að biðja fyrir okkur. te pido por ellos porque no quisiera vivir sin ellos. Faðir, ég að biðja fyrir þeim því ég mig langar ekki að lifa án þeirra. Quiero que ellos estén en donde yo voy a estar. Ég vil að þeir séu þar sem ég mun vera á himnum. Esta es una de las cosas que quisiera que nos lleváramos hoy. Þetta það sem að ég myndi vilja koma á framfæri við ykkur. Que la oración no es simplemente hincarnos o sentarnos Bænin ekki bara að fara á hnén y hacer una lista de peticiones a Dios. og búa til lista yfir það sem að okkur vantar hjá Guði. Él quiere razonar con nosotros. Hann vill eiga í röksamræðum við okkur. Él quiere que tengamos una plática, una relación con Él. Hann vill að við eigum í samskiptum við hann. ¿Cuál es una de las bases más importantes de las relaciones? Hvað það sem mikilvægt að einhvers konar samband við annan einstakling á sér stað? La comunicación. Að það eiga í samskiptum. Y Él quiere tener una comunicación con nosotros. Guð vill vera í samskiptum við okkur. Cuando oremos, Þegar við biðjum, le pidamos, þá eigum við að biðja hann. le pidamos, Es que es la misma palabra. ok, Þegar við biðjum, vi pidió, þá erum við að biðja Að biðja, já. Y a Él le gusta escuchar nuestras razones. Og honum finnst svo gott að heyra okkur koma með okkar röksemdir. Si nosotros seguimos este ejemplo de Jesucristo, Ef við myndum fylgja þessi munstri sem að Jesús að setja hana fyrir okkur, qué bonito orar por el predicador, mikið það fallegt á að biðja fyrir þeir sem að predika. pero no sé si ustedes noten una diferencia entre, Señor, por favor, Ég veit ekki hvort þið takið eftir muninum, bendice al predicador de esta mañana. ef maður myndi biðja drottin, viltu blessa predikaran þennan morgun, Amén. og amen, það gott. ¿No?
Pero si ustedes se dan cuenta la forma en que Jesucristo ora, En ef þið sjáu hvernig Kristur biður, Él le dice, Señor, por favor, bendice al predicador de esta mañana. að þá myndu við segja, Drottin, viltu blessa predikaran í dag, Porque necesitamos af því við þörfnumst, alimento para nuestro corazón. við þurfum fæði, andlegt fæði fyrir hjarta okkar. Porque esta mañana necesito escuchar Af því að í dag þarf ég á því að halda, qué es lo que quieres tú de mí. að hlusta á það sem þú vilt fyrir mitt líf. Porque es importante Það mikilvægt que yo reciba bendiciones tuyas a Ay, través ay, del predicador. fái úr þinni hendi blessanir í gegnum predikaran. ¿Sí ven la diferencia? Sjáu þið munin? Señor, necesito un departamento nuevo. Ég þarf á nýrri íbúð að halda, Drottin. Amén. Amen. Amén. ¿No? Amen. Todos necesitamos un departamento nuevo, más grande, mejor, más barato, más caro. Við ¿No? þurfum náttúrulega okkur að halda til að búa í. Pero si seguimos la fórmula que Jesucristo oró, En ef við förum eftir þessari formúlu sem að Jesús bað, Señor, necesito un departamento nuevo, Drottin, ég þarfnast íbúðar, nýrrar íbúðar, no sé, porque tengo 15 días para moverme de donde estoy, af því ég hef bara 15 daga í íbúðinni sem ég bý í núna. porque mis hijos están creciendo y necesitamos algo más grande. Börnin mín að vaksa og við þurfum á einhverju stærra að halda. Y yo sé que tú estás interesado en el bienestar de mi familia. Ég veit að þú hefur áhuga á fjölskyldunni minni og velgengni hennar. Porque la escuela está muy lejos y sí ven la diferencia. Og já, sjáu þið munin. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Þetta eitthvað, finnst ykkur þetta eitthvað rökrétt hjá mér? Y yo les puedo casi garantizar, porque yo lo he estado practicando, Og ég get fullvissað ykkur því ég er búin að vera að prófa þetta y hace una diferencia tan grande og þetta gerir mikið mun. en nuestra oración, Bæninni en nuestro tiempo de oración, og þegar við erum á þessu tími sem við verjum í bænina en nuestra relación con Dios. og í samskiptum okkar við Guð. La comunicación Þessi samskipti es muy importante eru mjög mikilvæg y Él quiere og hann vill escuchar nuestras peticiones Hann vill hlusta á bón okkar y escuchar nuestras razones, og líka hver rök okkar eru fyrir því. no porque sea ignorante y no lo sepa, Ekki af því að hann veit ekki allt þetta sem við viljum segja honum, sino porque Él quiere estar en comunicación con nosotros. heldur af því að hann vill vera í samskiptum við okkur. Cuando nosotros leemos Þegar við lesum esta oración de Jesucristo, þessa bæn Jesú Krists, que Él pide una cosa por Él pide una cosa por Él, já, hann biður eitt fyrir sjálfan sig, pero es para nosotros, en það raunin fyrir okkur, que él al estar haciendo esta oración entiende y sabe que las próximas horas viene su muerte. og þegar hann að biðja þetta þá veit hann að bara eftir nokkra klukkutíma þá hann að fara að deyja. Y en esos momentos él está pensando en sus discípulos, él está pensando en Kitty, él está pensando en Adrián, él está pensando en esos momentos de angustia, Þannig hann að hugsa okkur, hann að hugsa él está pensando en todos. okkur öll sem erum hér rétt áður en hann deyr og líka lærisveina sína. ¿Qué tan involucrado ven a ustedes a Jesús en la vida de sus discípulos cuando leen esta oración? Hvernig sjáu þið hvernig Jesús að tengjast lífi lærisveina sína með þessari bæn? Bastante involucrado, ¿no? Hann mjög djúpt tengdur okkur með þessari bæn. Today es muy común, yo creo que muchos aquí, muchas mujeres u hombres, buscan a un hombre que esté involucrado en la familia. No quieren un hombre ausente. Margir sem að leita sér að maka
Þeir vilja að makinn sé þannig einstaklingur að hann taki þátt í fjölskyldulífinu. ¿Cuántos quieren una pareja involucrada Hver ykkar vilja maka sem tekur þátt í en la fjölskyldulífinu relación? og í sambandinu? ¿Cuántos? ¿A cuántos buscan una pareja ausente? Hverjir að leita að maka sem vill ekki taka þátt? Nadie, ¿verdad? Engin. Y aquí vemos a un Jesucristo muy involucrado Og hérna sjáum við hvað Jesús sýnir okkur áhuga en la relación. og í þessum tengslum. ¿Qué tan involucrado estás tú? Hversu mikið sýnir þú áhuga á þessu sambandi? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué tan involucrado estás en la relación? Hefur þú hugsað það? Hversu tengdur þú þessu sambandi við Jesú? No sé si alguno de ustedes han escuchado la historia del cerdito y la gallina, que querían abrir un restaurante juntos. Hafið þið heyrt sögunum hænun og svínið sem vildu opna veitingastað saman? ¿Alguno lo ha escuchado? Hafið einhvern tímann heyrt þá sögu? Había un cerdito y una gallina Það var hæna og svín que se llevaban muy bien sem voru góðu vinir y en una de esas la gallina le dice al cerdito, oye, ¿por qué no abrimos un restaurante? og þá segir einn dag hænan við svínið ef við ekki bara opna veitingastað saman. Y dice el cerdito, oye, pues sería excelente, pues somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, Svínið sagði, já, þetta góð hugmynd, við erum góðu vinir, abramos un restaurante. við skulum opna veitingastað. Pero ¿de qué va a ser el restaurante? En, ¿Qué vamos a vender? ¿Qué comida? en hvað hefur að selja á veitingastaðnum? Y dice la gallina, bueno, pues tomando en cuenta que yo soy una gallina Og þá sagði hænan fyrst að ég nú hæna y que tú eres un cerdo, og þú ert svín, pues ¿por qué no hacemos un restaurante de huevos con jamón o huevos con tocino? þá skulum við bjóða kannski upp á samlóku með eggi og skinku. Oye, pues suena bien, ¿no? Og þá sagði svínið, já, það hljóma vel, Tenemos la materia prima. við erum hérna með efniviðin. ¿Cuándo empezamos? Dice la gallina. Og hvenær eigum við að byrja, segir hænan. Y dice el cerdo, oye, pues, a ver, espérate tantito, le dice. Svínið sagði, býta aðeins, Aquí hay algo que no me está cuadrando, dice. hérna eitthvað skrítið, segir svínið. Y dice la gallina, ¿pero por qué? Og hænan bara, akkur? Dice, porque ¿quién va a poner los huevos? Dice la gallina, pues yo soy gallina, yo pongo los huevos. Og þá segir svínið, já, ég meina, hver á að koma með þessu egg? Og þá sagði hænan, náttúrulega ég. ¿Y quién va a poner el jamón y el tocino? Dice el cerdo. Og hver að fara að koma með skinkuna og beikonið? Pues tú eres un cerdo. Þú náttúrulega, þú ert svínið. Y dice el cerdo, oye, pero aquí hay algo raro, dice. En þá segir svínið, þetta eitthvað skrítið. Porque tú Af því að þú, te estás involucrando en el negocio. ef þú ert í rauninni í þessu fyrirtæki, Pero yo en ég me estoy comprometiendo. eiginlega að lofa mér í þetta fyrirtæki. ¿Sí entienden? No es lo mismo involucrarse que comprometerse. Já, það ekki nóg að taka þátt eða bara gefa sig allan í fyrirtæki. Það munur. Hay una gran diferencia. Það stór munur. Y yo me puse a pensar en mí, y espero que ustedes se pongan a pensar en ustedes. Og ég var að hugsa bara mig og vonandi hugsa þið bara ykkur. Yo definitivamente puedo decir que estoy involucrado, Ég get sagt allavega að ég að taka mikið þátt. sobre todo en la iglesia, en las actividades, Tek þátt í öllu sem að gerast hérna í kirkjunni. amén. Það gott. Pero estoy comprometido. En hef ég gefið mig allan í þetta? ¿Qué tan comprometido estás? Hversu mikið ert þú búin að gefa þig allan í þetta? ¿O estás involucrado? Eða ertu bara að taka þátt? Porque cuando leemos esta oración, Því að þegar við lesum þessa bæn, no solo vemos lo involucrado que Jesucristo está en nuestra vida, þá sjáum við ekki bara að hversu mikil þáttakandi Jesús var í okkar lífi. sí se dan cuenta lo comprometido que está. Það líka hægt að sjá hversu mikið hann gaf fyrir okkur. Hann gaf allt í þetta. Sin comparación, obviamente, Og það náttúrulega ekki hægt að bera það saman. pero tomando la analogía del restaurante, En ef við tökum sem dæmið þennan veitingastað,
el cerdito iba a tener que dar su vida para poder mantener su restaurante. Þannig að svínið það hefði þurft að gefa líf sitt til þess að þessi veitingastæður yrði að raunveruleika. Aquí desde el primer versículo de la oración, Padre, la hora ha llegado, Hérna fyrsta versið sem hérna í 17. kafla þá segir Jesús, Faðir, stundin komin. vemos lo comprometido que Jesucristo estaba. Hérna sjáum við hvað Jesús gaf allt í þetta sem hann var að gera. Y Dios. Og Guð sjálfur gerði það. ¿Por qué? Af hverju? Porque él sabía Hann vissi que su vida að líf hans, estaba a punto de terminar, su vida en este planeta. hann vissi að líf sitt var að enda hér á þessari jörðu. Leemos en el Espíritu de Profecía, Og ef við lesum í Andaspátumsgáfunar, volumen 3, í 3. bókinni, que Jesús og þá segir Jesús, en este momento estaba a unas horas de ir al Getsemaní. já, þarna var vantaði nokkra klukkutíma upp og hann gengi inn í garðin, Getsemani garðin, þar sem hann þjáðist. Y él sabía aquí, en este momento él supo y sabía Og hann vissi akkurat þarna þegar hann var að biðja que tenía que dar su vida. að hann myndi þurfa að gefa líf sitt. Tan es así que despuesito de que termine esta oración, Og eftir að þessari bæn lauk, leemos en Mateo que, y en Juan, þá lesum við í Jóhannes Guðspjalli que cruzan el valle að þeir fara yfir dalinn y llegan a Getsemaní. og fara inn í Getsemani garðin. Cuando en esta oración al principio dice, y en estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo Og y oró. þarna stendur í Jóhannes 17:1, þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði. En ese tiempo era muy común en los judíos una postura de oración, oraban así. Þannig, svona báðu gyðingar í þessum tíma. Aquí nosotros oramos así o algo así, ¿no? Við byggjum Mexicano. svona við förum á hnén og erum með svona hendurnar Pero era muy krjúpnum og común abrir los ojos y orar como esperando esa comunicación de Dios. já, við spennum greipar en þeir lyftu upp höndum eins og þau voru að búast við einhvers konar samskiptum við Guð á himnum. O se tiraban al piso también totalmente con el rostro en el suelo. Eða þeir hentu sér á jörðina með andlitið niður. Pero aquí en cuestión de 2 oraciones vemos a Jesús orando así, Þarna sjáum við tvær bænir, hann þarna að lyfta upp höndum og horfa til himins. termina esta oración, camina hacia el Getsemaní Svo klárar hann þessa bæn fyrir yfir í Getsemani garðin. y nos dice, ¿qué nos dice cuando llega al Getsemaní? Hvað gerist þá þegar hann kemur þangað? Cae en su rostro y empieza a orar otra vez. Fer hann beint leggst fram fyrir sig á andlitið Y leemos en el Espíritu de Profecía que toda esa angustia, og biður þessi virkilega sársauki sem að por eso Jesús, cae sobre su rostro y ora otra vez a su Padre. þessi örvænting sem greip Jesús gerði það verkum að hann fór fram og lagðist fram fyrir sig. Podemos ver muy claro que Jesucristo está no solo involucrado, Við sáum vel að Jesús var ekki bara þáttakandi, sino comprometido. heldur var búin að gefa allt í þetta. Mi pregunta hoy, tengo una invitación y una pregunta. Mér langar að koma með boð og líka eina spurningu. Los invito a que platiquen con el Señor. Mér langar að bjóða ykkur að tala við, eiga í samskiptum og spjall við Guð. Cuando levantemos nuestras oraciones ante Él, Þegar við erum að biðja til hans, platiquemos con Él. þá skulum við spjalla við hann. Lo vemos en esta oración, en la oración sacerdotal. Le demos razones Við sjáum það í bæn Jesú sem aðstaprests. Por Hann las- por las kemur que- með rök por las que le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo. fyrir því sem við erum að biðja um. Tenemos el ejemplo en Jesús de cómo orar. Já, við erum með fordæmi Jesú fyrir þessu. Y otra pregunta, ¿qué Eso tan es- involucrado estás? Hversu mikið ert þú að taka þátt?
¿Y qué tan comprometido estás? Og hversu mikið ert þú búin að gefa þig í starfið? Son dos cosas diferentes Þetta er tvennt ólíkt y las dos muy importantes. og tvennt mjög mikilvægt. Empezamos hoy una semana de oración. Nú erum við að byrja bænavikuna. Yo creo que sí, vamos a dar un anuncio al terminar esto. Það verður tilkynning eftir þessa guðþjónustu. ¿Cuántos les gustaría involucrarse más? ¿Cuántos les gustaría decir, yo me voy a involucrar más en la vida de la iglesia? Og hversu mörg ykkar hér inni myndi vilja taka meiri þátt í starfinu? ¿Cuántos de ustedes les gustaría involucrarse más en la vida de la iglesia, en la vida de Hversu mörg ykkar myndi vilja cotidiana? taka meiri þátt í starfi kirkjunar? Amén. Amen. Y voy a hacer todo lo posible por involucrarme más, por participar en la comida, por participar en la oración, en esta semana de oración que empieza. Og ég ætla að taka þátt meira í eldhúsinu og í bænavikunni. En lo que sea necesario, es importante. Bara í öllu því sem að þarf að taka þátt í. Amén. Amen. Pero ahora otra pregunta, Svo önnur spurning. porque yo sé que hay muchos aquí que estamos involucrados Því ég veit að það eru mörg okkar hér inni sem tökum þátt. y le doy gracias a Dios por eso. Og ég þakka Guði fyrir það. Pero ¿cuántos de ustedes les gustaría decir, Hversu mörg ykkar myndi vilja segja, tan involucrado como quiero estar en la iglesia, hversu mikið sem að ég er að taka þátt hérna í kirkjunni, quiero estar comprometido þá vil ég líka gefa allt con el Señor? til Krists. Amén. Amen. ¿Quién se quiere poner de pie y orar por estas cosas? Hver vill stíga á fætur og biðja saman fyrir þessu? Amén. Querido Padre, Kæri Faðir, te damos muchísimas gracias por este día við þökkum þér fyrir þennan dag y te agradecemos por el ejemplo que tenemos en Jesucristo, Við þökkum fyrir þetta fordæmi Jesú Krists, el ejemplo que nos dio de cómo orar, þetta fordæmi sem hann gaf okkur að hvernig við eigum að biðja, el ejemplo que nos dio del compromiso que Él tiene con nosotros og hvernig við eigum að tengjast, starfa fyrir kirkjun og gefast öllu, no entendí bien lo que dice. el compromiso que Él tiene con nosotros Já, hvernig hann gefur sig alveg til okkar y de qué tanto Él quiere estar involucrado en nuestras vidas. og hversu hann vill vera í okkar lífi. Padre, ayúdanos a aprender de esta oración esas tres cosas que vemos. Hjálpa okkur að skilja þetta þegar við erum að biðja. Involucrarnos, Að við megum vera taka þátt, comprometernos gefa allt til þín, y aprender a orar y platicar contigo. læra að biðja og læra að tala við þig. Señor, te pedimos que estés con nosotros conforme esta semana de oración empieza, Viltu vera með okkur núna þegar þessi bænavika er að hefjast? que nos ayudes a todos a involucrarnos tanto como sea posible en esta semana en la oración, Hjálpað okkur að taka þátt í bæninni eins mögulega við getum þessa vikuna. te lo pedimos y te lo suplicamos Við biðjum þig en el nombre de tu Hijo amado, í nafni Jesú Krists. Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Takk kærlega fyrir, Adrián. Já, við mættum örugglega fyrir duglegir að biðja. En við skulum enda á sálminum að 362.
24 al 26. Leímos hoy la oración de Jesús y cómo ora por los que han de venir. Við vorum að lesa bæn Krists, hvernig við eigum að biðja, læra því. Y aquí vamos a leer ay, no sé qué le aplasté, ya la apagué. Vamos a leer la bendición que le da el Señor a Moisés para que se la diera a Aarón y cómo bendecir a los hijos y los futuros hijos de Israel. Og við ætlum að lesa það sem Drottinn sagði Móse að biðja Aron að blessa Ísraelsmenn. Está en número 6, 24 al 26. Þetta í 4. Mósebók 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. Drottinn blessi þig og varveiti þig. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Y el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amén. Þá vil ég þakka öllum kjærlega fyrir í dag og þakka Adrian sérstaklega þeim. Það líka mjög mikilvægt, þakka fyrir það. En já, tilkynningar. Sæl verði. Ég með tilkynningu flutning á safnaðarbréfi. Ahora estamos